Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og enn einu sinni erum við komnir hérna til að hafa sjávarútveg spjall en gestur minn í kvöld er Valdimar Jóhannesson sem á það merkilega afrek að hafa lagt ríkið í málaferlum í svokölluðum Valdimarsdómi. Valdimar, segðu okkur í stuttumáli hvernig var aðdragandinn að því að þú fórst í þessi málaferli við ríkið? Já, sko, ég var sjálfur til sjós í 4 sumur þegar ég var í menntaskóla og háskóla og þess vegna hafði ég svona tilfinningu fyrir sjónum og því sem þar var að gerast. Svo gerist það löngu seinna að þetta kvótakerfi sett á og ég hafði nú ekkert mikla skoðunar yfir það. Mér fannst þetta, ég trúði því kannski að þetta væri skynsamlegt að reyna að komast hjá því að ofveiða fiskistofnana í sjónum. En þegar að það gerðist síðan 1990 að kvótinn var gerður framseljanlegur, það vil segja það að framsalið byrjaði. Já, framsalið byrjaði. Fram að þeim tíma hefði þetta verið 1 ár í einu. Já. Og það var, menn litu þetta sem tilraun til þess að stýra fiskveiðum með þessum hætti og það var allt í lagi að gera þessa tilraun, fannst mér eins og mjög mörgum. En síðan gerist það að kvótinn er gerður framseljanlegur og þá í raun og veru svo staða komin upp að þeir sem höfðu á tilviljun höfðu verið á veiðum milli 82-83, 1. nóvember 82 til 31. október 83, þeir eru orðnir bara handhafar þessa kvóta til frambúðar. Já. Og þetta gekk algjörlega fram að mér. Ég var þá með verkefni fyrir skógræktarfélögin og skógrækt ríkisins og landgræðsluna og hafði vinnastöðu í Ránagötu og Halldór Blöndal kemur þar. Halldór Blöndal sem var þá á þingi og við förum að tala þetta og það mér heitt í sinni og skapi út af þessu og það enda með því að við verðum svo hávaðasami fram á gangi að fólk kom fram á gang til þess að hvort við verðum farnir að slást. En sem sagt að ég varð alveg rasandi og þetta gekk algjörlega fram að mér. Síðan heldur það bara áfram að þetta heldur áfram að pirra mig og ég verð bara þeim þyngra í skapi út af þessu eftir því sem árin líða og þá það þannig í mín lífi að ég átti bróður sem átti svila og þessi svili var mikill höfðingi og dómari í Héraðsdómi Reykjavíkur og við förum að tala um þetta mál og ég fer að svona veltaði fyrir mér hvort þess ekki hægt að vinda ofan á þessum einhverjum hætti. Og hann spyr mig hvort að ég hef ekki bara áhuga að gerast útgerðarmaður. Jú, sagði ég, það væri bara mjög gaman, ég hef aldrei prófað það. Svo ég fyrir svona ímynda með það að ég sé að verða útgerðarmaður í þessu brjálaða kerfi og ég geri meira að segja einhvers konar kerfisamning við einhvern aðila og við komumst á þeirri niðurstöðu að ég verða að sækja veiðileyfi og aflaheimild og veiðileyfi til ráðuneytisins. Fyrirgefðu. Nú verð ég að slökka fyrir síman. Já. Og að ég verð að sækja veiðileyfi og aflaheimild til ráðuneytisins. Ég geri það árið 1996 en þá ég búin að vera á tóldi kjaftur. Þá ég búin að skrifa marga greinar í blöð og verið mjög hneyklar á þessu. Og ég bara daginn eftir ég svar og mér bara bent á það að það sé búið útlötu öllu slíku og það sé ekki neina nýja aðila ræða sem fá slíkt og ég semst algjöra neitun og með þessa neitun fer ég í mál við ríkið. Já. Til þess að fá þessar neitun nekt. Þetta var náttúrulega alveg gjörsamlega vonlausmál og eiginlega hlægilegt að reyna þetta. Vegna þess að það var talið þá næsta víst að Hæstiréttur myndi ekki dæma gegn hagsmunum ríkisins í slíku máli. Nei. En þessi góði maður sem var svili bróðmins, Pétur Guðgeirsson, dómari í Héraðsdómi, sem var svona varð minn ráðgjafi síðan þaðinni frá, hann segir, ég á ágæta minn sem hefði kannski gaman að ég að fara í þetta mál með þér og það er Lúðvík Emil Kaaber.
Þannig að þar með erum við komnir í þetta tríó, í þetta mál, ég, Lúðvík, Emil og Pétur. Já. Ég þekkti Lúðvík ekki neitt þá, en við fórum í málið og stemdum ríkinu til þess að fá þessari neitun nekt. Já. Og við töldum og það kom sérna í ljós og það var rétt að við töldum að ráðuneytið og ríkisveldið hefði ekki leyfi til þess að hafna þessu á grundvelli 50 greinar þeirra laga sem það var, sem að var stríddi gegn þeimur ákvæðum stjórnarskrárinnar, ákvæðum 65, eða grein 65 sem jafnræðisreglan og grein 75 sem atvinnufrelsisreglan í stjórnarskrárinni. Og með það fórum við fyrir dóm. Ég var bara náttúrulega sá sem að satt og hlustað á og Lúðvík Emil var sá sem flutti málið fyrir héraðsdómi. Því málinu var snarlega vísað frá og því var haldið fram, þetta var altså mitt mál gegn ríkinu, því var haldið fram að ég hefði ekki lögvarða hagsmuni í málinu. Lögvarðir hagsmunir eru það að þú getur ekki farið með mál fyrir dómstóla nema þú hafir raunverulega hagsmuni. Og það þýtti ekki fyrir að benda á það að ég væri að fara að gera út. Heldur var bara sagt ég þetta bara tilbúningur í þér, þú ert ekki að fara að gera út og við bara mísum málunum frá. Við fengum mann sem hafði rétt til þess að flytja mál upp í Hæstarétti til að fara með þessa höfnun upp í Hæstarétt og Hæstaréttur úrskurðaði það að víst hefði ég lögvarða hagsmenn í málunu og honum bæri að taka héraðsdómi bæri að taka málunu. Héraðsdómur tók síðan málu til athugunar og við töpuðum málinu fyrir héraðsdómi. En þeir tóku aldrei, héraðsdómur tók aldrei á málinu með þeim tökum sem áttu að taka, það verið að segja að taka á því hvort þetta væri stríddi gegn stjórnarskránni. Heldur var bara eitthvað fimbulfamb og eiginlega bara dellu dómur sem þeir vísuðu þessu nánast bara frá aftur. Og þetta var til þess að við áfrýjum þessu upp í Hæstarétt. Lúðvík Emil átti að flytja máli fyrir Hæstarétt líka og hann vildi þá öðlast Hæstaréttar lögmannsréttindi en máli var talið of veigalítið til þess að hann gæti fengið að flytja þessum prófmál. Þannig því var vísað frá. Veigalítið mál að mati Hæstaréttar. Já, þetta var talið of veigalítið mál að mati Hæstaréttar. Og það er náttúrulega mikið brandar eftir á að hyggja. Já, auðvitað. Nema það að þá voru vendaráða, þá voru búin að leggja tölvuna kostnað og málið var ekki komið á neitt á legg en þá nema bara að það var eitthvað fimbulfalda með þetta niðri í héraðsdómi sem var bara ótrúlega lögfræði af mjög lágu stígi. Nema það að ég leitaði til Magnúsar Thoroddsen sem ég hafði mikla trú á sem var mjög hæfur og vænn lögfræðingur. Þá var hann hættur? Þá var hann hættur sem héraðsdómari. Já, hæstaréttardómari. Já, sem hæstaréttardómari. Sem hæstaréttardómari, já. En hann var svona virtur vel sem lögfræðingur og hæstaréttarlögmaður. En hann sagði, já, ég skal gjarna taka þetta að mér og mér finnst þetta spennandi mál. En þú að borga 2 milljónir fyrst á borðið. Ef þetta skildi tapast, þá ég vil ekki vinna kauplaust. 2 milljónir var bara tölur penningur. Árið 1997. Það var tölur penningur 1997. Og ég sagði, ég treysti mig ekki þess og ég ætlaði bara að gefast upp. En þá kom einn ágjötu maður og máluði mig að segja, akkur ferði ekki bara með þetta sjálfur. Og það var úr að ég fór máli sjálfur. Ég ekki með neina menntun, hafði ekki neina menntun þá sem lögfræðingur. Ég hef svolítið meiri menntun núna á því sviði. Sjálf menntaður í dag? Já, nei, ég fór reyndar í svolítið nám í háskólanum. Það sem lögfræði var hluti á náminu. En ég hefði að vísu flutt 2 mál upp í Hæstarétti. Sem voru líka þannig, ég tímdi ekki láta mál niður falla. Nei. En tímdi ekki að borga hæstaréttarlögmann til þess að flytja þau og ég vann bæði málin sem var eiginlega mjög ótrúlegt en það var bara eins að ég frakkur og frekur nema það en ég auðvitað fór ekki málið og stuttur því ég bæði Pétur Guðgeirsson og Lúðvík Emil voru mér innan handar
voru ráðgjafar þínir. Voru ráðgjafar mínir og stuttu mig öllu leyti í gegnum þetta mál. Já. En ég verði auðvitað að flytja það og vera tilbúin til þess að bregðast við hverju sem gerðist upp í Hæstarétti. Nú, ég fór og þeir voru ekki langt undan, báðir, því ég fór með þetta upp í, og þá voru margir í dómstólum. Ég held að þú hafi meira að verið þar. Getur það ekki verið? Það er alveg möguleiki. Já, þá voru margir í samtökum þjóðregn og þú varst í þeim á sinni tíma og varst einn af þeir sem stofnar þau með mér og þú manst að samtökum þjóðregn voru fyrst að stofnuð til þess að styðja mig í þessu máli. Já. Eða það var uppálega menningin, en svo var þetta bara baráttarsamtök fyrir því að fá réttlæti í þessu máli. Nema að ég fór með málið og það merkilega gerðist að við unnum málið og þá voru allir, eða ég vann málið, ég flutti þetta, það var mitt mál sem ég flutti sjálfur með þessa mjög vænu ráðgjafa og þeir skal ég segja við fengum alla 5 dómarann til að fallast á þau sjónarmið að þessi neitun ráðuneytisins á því að ég fengi veiðileyfi og aflaheimild sem ég sótt altså veiðileyfi til þess að mega veiða og aflaheimild sem er sama á kvóti, ég fengi kvóta sem ég skilgreindi hvað ég vildi fá til að geta gert út og það var allir sammála því að þetta stríddi gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar og þannig að það fyrst 100% þetta vannst alveg 100% og ég satt að segja að ímyndaði mér ekki neitt annað þá og ég held að flestir hafi ekki ímyndað sér neitt annað heldur en að þar með væri kvótakerfið hrunið. En það hefur ekki gerst ennþá. Nei. Og það eru 25 ár og nokkri mánuður síðan þessi dómur féll. Það er dálítið gaman að því 3. desember 1998 fjallan. Já, það er dálítið gaman að því að nú eru þetta helstu rök margara þingmanna varðandi hvalveiðarnar að vitna í atvinnuréttindi. Já. Og ég heyrði meðal Jón Gunnarsson halda þessu mjög skaphentu fram að þetta væri náttúrulega algjört svínari í henni matvælaráðherra og þeim 3 sem höfðu staðið fyrir þessu að stoppa þetta og akkurat og hann var mjög heitt í hamsi en hún var líka mjög heitt í hamsi þegar hann neitaði því að það ætti að fara eftir mínum dómi. Og ég heyrði hann oftar en einu sinni fara mjög ákafur og harður gegn því að það ætti neitt að hlusta á Hæstarétt með þetta mál. Það er ekki sama hvernig fjallaði eða hvaða aðili á. Sannarlega ekki. En þetta er náttúrulega og ætti og þyrfti kannski að taka þetta bara reynlega upp aftur. Þetta mál? Já. Á sjálfsögðu. Þú kannski veist það ekki en ég hef náttúrulega mjög oft vakið athygli á því af þessum dómi og mynd þingið á gildu þeirra að laga. En það eru engir þingflokkar í dag sem að hreyfa þessu máli. Það er örlítið sem að þau hafa verið þarna í flokki fólksins en ekki á neinni alvöru Nei. Það þarf að það er ótrúlegt að það er eins og allir hafi gefist upp fyrir því að ná réttlæti fram í þessu máli og og jafnvel ímynda sér það að þetta sé hagkvæmt fyrir landið að vera með kvótalög sem er náttúrulega gjörsamlega fráleit. Því fyrstulega er aldrei hagkvæmt að vera með óréttlæti. Nei. Og mismunað fólki. Að mismunað fólki og síðan liggur það liggur fyrir að allir sem setjast þeirra á þing og þú þurftur að gera það sjálfur líka að þegar það er búið að skoða gögnin og búið að samþykkja það að menn séu með réttu komnir inn á þing þegar kjörbréfið sé í gildi að þá verða menn að leggja dreinskapið það að halda stjórnarskrána. Og þetta er eitthvað sem að menn muna eitthvað smá tíma en svo virðist þetta gleymast.
Já, hjá mörgum. Já, ég hvernig stendur á því að nú stjórnarskráin alveg óháð því þó þessi dómar hefði aldrei verið kveðin upp. Já. Þá eiga menn að hafa það frumkvæði að gæta þess að lög almennt séu ekki ólög, því það eru ólög ef þau standast ekki stjórnarskrána. Það skilgreining á ólögum. Það alveg hárrétt. Með lögum skal land byggja, með ólögum eyða. Já, já. Það segir í Njálu. Ég sá nú svoleiðis skilti á bryggjunni út í Leirvík í Sjettlandi. Þar stendur skýrum stöðum með lögum skal land byggja og ólögum eyða. Já, og þetta stendur á Hæstarétti í Kaupmannahöfn. Já. Með lögum skal land byggja. Já, já. Manni fannst þetta dálítið sniðugt þegar maður var ungur á síld í Norðursjónum að sjá þetta þar á bryggjunni í Leirvík á öllum stöðum. Já. En þetta meitla þetta utan á Alþingishúsi, þeir kannski myndi þá muna það? Já, það nefnilega það að það eins og að þingmenn átti sig ekkert á þessu að þeir að brjóta með þessum lögum stjórnarskrána á hverjum degi. Já. Og öll lög sem þeir að samþykja er í rauninni brot á lögum. Já. En ekki öll lög. Þessum lögum sem snúa fiskveiðistjórnarkerfinu. Já, algjörlega. Og það hefur ekkert, þetta voru lögin sem voru sett 1983 og tóku gildi 84. Þeim hefur síðan verið breytt alloft, en ekki þessu að neynleiti. Það hefur aðeins verið hert á orðrættinu, sérstaklega með framsalinu 1990 sem var náttúrulega alveg svakalega og síðan að þeir skildu virkilega herða lögin með framsalinu 1990 og ekki taka neitt mark á dómi Hæstaréttar náttúrulega bara tveir stórir neykslis þetta verður í sögulegu samhengi þegar þetta verður skoðað af sagnfræðingum framtíðarinnar, þá verður hort á þetta sem mestu mistök og afglöp sem þjóðin hefur látið yfir sig ganga. Já, ég tel að það eigi að sérstaklega að skrá niður alla þá sem bara ábyrgðu þessi 1990 og þeir sem bara ábyrgðu 1998 og síðan þegar að Vinstri grænir og Samfylkingin fengu völdin eftir hrunið 2009 þá fóru þeir inn í kosningarna þá með því loforði að laga kvótakerfið. Þá var rosalega auðvelt að gera það vegna þess að það var allt hrunið, bankarnir allir ónýtir. Bankarnir ónýtir og fyrirtækin gjaldþrota raunverulega. Já, allt meira að minna gjaldþrota, þá var svo auðvelt að gera þetta að það þurfti bara að hafa smá hugrekki til þess að framkvæma það. En vistu það, Grétar, að ég tel að það sé ekki nokkur einasti vandi að laga þetta ennþá dag í dag og ég get alveg farið í það ef þú vilt hvaða hugmyndir ég hef það. En ég tel að það sé ekki nokkur einasti vandi að laga þetta og ég vil eitt sem ég vil taka alveg sérstaklega fram að þó að það væri hagkvæmt að vera með þetta ósanngjarna og þennan lögbrjót, þessi lögbrjótslög sem að kvótalögin eru, þó það væri hagkvæmt, þó að þjóði myndi græða því í heilsinni, þá myndi það samt ekki ganga, en það er ekki hagkvæmt. Það er stórkostlega óhagkvæmt. Það eru bara örfár fjölskyldur sem að hirða allan arðin út úr fiskveiðum í Íslendinga. Já, en þjóðin, Grétar, að fá helmingin af þeim tekjum sem ellega væri hægt að hafa af þessum af okkar fiskistofnum. Já, jafnvel ekki helmingin, við gætum veitt helmingi meira í fyrsta lagi, og öðru lagi eru þessi peningar ekkert að skila sér inn í samfélagi. Fiskurinn fær ekki að fara inn í gegnum fiskmarkað, hann seldur í gegnum verðlagsstofu og þar að leiðandi kolvittlust verðlagning á bróðuparturum af öllum fiski sem kemur upp úr sjó og svo
vitum við ekkert söluverð á þessum fiski erlendis. Hann seldur dótturfyrirtækjum þessara stóru íslensku fyrirtækja og það veit enginn í rauninni hvert fiskverðið Þetta er náttúrulega bara glæpsamlegt sko. Þetta bara glæpsamlegt. Alveg saman hvernig við skilgreinum það. En ef við lítum fram hjá glæpsamlegu framferði sem að getur verið, og ég ætla ekki að dæmum hér, að þá alltaf augljóst að við erum að veiða helminginn af þeim þorskafla sem við veiddum áratugum saman. Og það liggur alveg fyrir ef það bara með almennri skynsemi og ég náttúrulega búin að hlusta á fiskifræðinga núna í 30 ár, fjalla þetta og hefur sjálfur verið til sjós eins og þú sjálfur, þú hefur verið skipstjóri og þetta miklu betur en ég, en það engin vafi á því að við gætum veitt helmingi meiri þorsk. Hann var ekki allur jafn verðmætur eins og sá þorskur sem kemur að landi, en við erum að við myndum fá 100 milljónir í aflaverðmæti umfram það sem í dag. Jafnvel þó að það væri ekki verið að laga verðlagskerfið hvað borgað fyrir fiskinn, en ef það allavega þetta tvöfalda verðmætið upp úr sjó og líka tvöfalda verðmætið af því sem að fer á útflutningin á þorskinum, við erum að tala 400 milljónir í verðmætum fyrir allan fiskútflutningin á ári, 400 milljarða. Já. Við erum að tala þessi 40 ár erum að tala 16.000 milljarða króna sem eru glatast. 16.000. Við getum hækkað þjóðatekjur á mann kannski 30-40% ef við værum að nýta þetta með fullir viti. Það glæpurinn kannski sá mestur. Jú, við höfum verið hér í þessum þáttum með fiskifræðinga og sjómenn og það ber öllum saman það að við séum að veiða nánast helming of lítið af fiski. Það öll rök sem hníga því. En það passar ekki ákveðin í klíku sem heitir LIU-klíkan. Nei, ég veit það. Þeir vilja hafa tögl og haldir í þessu öllu. Þetta er svo gjörsamlega njörfað niður í undarlegum hagsmunum sem að maður skilur ekki vegna þess að hvaða hagsmuni hefur þingmaður Reykjavík að því að hampa einhverjum gæjum að norður á Akureyri. Hvaða hagsmuni ætti hann að hafa? Ef það eru einhver hagsmuni þá eru þeir faldir og þá eru þeir glæpsamlegir. Það bara þannig. Jú, en það er náttúrulega bara að vera ekki að nýta sér alla þá möguleika sem við höfum. Já. Og leyfa hlutum að þróast eins og bara, til dæmis frystiskipin okkar. Þau þurfa ekki að koma með hryggi í land sem þeir koma bara með flökin, dýrast af fiskinum og henda öðru. Já. Ég heiti unga krakka úr Sjávarútvegsháskólanum á Akureyri sem sögðu það fyrir einhverju 10-12 ára síðan að það væru verðmæti upp á 8 milljarða á ári sem væru hendi í sjóin bara af frystiskipum sem hefði verið hægt að þurrka fyrir Nígeríumarkað og lifur inn í vinnslur og annað þess áttar. Það á svo mörgum sviðum sem við erum ekki að hugsa þetta rökrétt. Og svo náttúrulega eins og það að vera ekki með dagróðra bátana, strandveiði bátana, bara í frjálsri veiði. Það verið að setja á þá alls konar kvaðir. Þeir eru bæði með handjárn og fótjárn og megi ekkert bjarga sér. Þeir gætu verið, ef þeir fengja að fiska, bara 1 tonn á dag í staðin fyrir 740 kíló og vera á sjó kannski 5 daga vikunar, 1 degi meira. Í 4-5 mánuði ári? Já, 4-5 mánuði.
frá hugsanlega apríl og fram í Þetta október. myndi hleypa lífi í allar hringin í Það væri landið. allur byggðavandi nánast leystur. Úr sögunni. Já, En veistu það, þetta er, mér er þetta svo óskiljanlegt. Sko, þú hefur setið á þingi og þú getur kannski skýrt fyrir mig. Hvernig stendur á því að þingið tekur ekki á þessu? Eru þeir allir bundnir í einhverja klafa sem við sjáum ekki? Eða eru þeir svona þunnir í roðinu? Hvort er það? já, það er nú sumir þingmenn vit ekkert sjávarútveg og trúa ekki því sem neinu sem sagt er sjávarútveg. Það þannig að vera ansi Vitna í Hafrannsóknastofnun að hún viti það, ef þeir vita það ekki, hverjir vita það þá. Já. Það er nú ein teóri. Er það ekki rétt hjá mér, er það ekki rétt sem að mér finnst ég hafa að þessi nýji forstjóri Hafró, eða það heitir ekki Hafrólu, hvað heitir það, Haf og vatn eða eitthvað? Já. Hvað heitir það? Hafrannsóknastofnun, Haf og vatn. Er það ekki rétt hjá mér, hann hafi verið starfsmæður LJU? Tíma, jú. Já, og hann kom þaðan inn í þetta embætti? Já, hann var nú reyndar búinn að starfa lengi áður hjá Hafrannsóknastofnun. Já, og svo var hann látin hætta þar. Já. Og síðan hérna, kom hann aftur tilbaka og þá er hann svona, kemur að beint frá hagsmunaaðilum. Já. Og þetta er náttúrulega mjög tortryggilegt í vægasegt, sko. Já, það er náttúrulega stjórn Hafrannsóknastofnunar er náttúrulega þannig að það er nú ekki stjórn núna, heldur ráðgjafa hópur og það er eitt skipar af ráðherra sem er venjulegast einhver forstjóri í sjávarútvegsfyrirtæki. Já. Svo er á LJU einn fulltrúa í stjórn og svo er annar fulltrúi frá Fiskifélagi Íslands sem að LJU stjórnar líka og svo er fjórði maðurinn fulltrúi starfsmanna Hafró og hann er nú ekki að þenja mikinn kjaft og tala það sem að betur mætti fara. Nei, þetta er náttúrulega og svo er til skiptis fulltrúi frá farmann- og fiskimannasambandi, ekki farmann- og skipstjóra og stýrimannafélagi Íslands í dag og sjómannasambandinu 2 ár sitt hvort kjörtíðanbelið. Þetta er mjög skrítið, sko, nú hef ég hef öll þessi ár, alveg sá því að dómurinn fjall og reyndar áður, hef ég verið að senda tónin aðalega gegnum Moggann til þingsins, en í fyrra þá fannst mér að það veri ekki nóg að skrifa bara grein í Moggann og allast til þess að þeir kynnu að lesa Moggann, þessir menn sem vinna þarna niður frá og eru okkar fulltrúar er að vinna fyrir okkur þegnana, að við tókum okkur til allmargir og skrifuðum þingjunu bréf hverjum einasta þingmanni. Já. Þar sem við skýrum hvað dómarnir, þessi 2 sem að við koma fiskveiðistjórninni, sem er dómurum minn, Valdimarsdómurinn eða frá 98 og síðan vatnæradómurinn. Já. Og hvað er þýða og byggjum þá að huga því að hvort það sé ekki rétt að bregðast við þessum einhverjum hætti. Það var engin viðbröðan einu tægi. Þeir þökkuðu ekki fyrir bréfið, þeir höfðu ekki samband, við vorum 20 sem skrifuð undir, enginn þeirra heyrði í þessu fólki. Enginn okkar heyrði í þessu fólki. Og það er eins og að tala við vegg, að tala við þessi menn, þeir vilja ekki og vilja ekki vita neitt af þessu máli. En þú veist það náttúrulega, Valdimar, að þegar þetta var sett á 83, Já. Þá var Framsókn og Sjálfstæðisflokkur í ríkisstjórn. Nei. Jú. Er það? Já. 83? Já. Þegar að lögin eru samþykkt, þá eru þeir í meirihluta. Ég skal trúa því. Síðan þegar að frjálsa framsalið er samþykkt. Þá er það Framsókn og... Þá er það Framsókn, alþýðu bandalag og alþýðu flokkur og hluti af borgaraflokkur. Já, ég man þetta. Albert Guðmundsson. Ég man þetta. Og þar er eiga vinstri menn, þar að segja Ólafur Ragnar Grímsson, já, einmitt,
formaður Alþýðubandalagsins þá einmitt. og Jón Baldvin Hannibalsson, þá eiga þeir sök á því að hafa lagt blessun sína yfir þennan gjörning og þetta leiddi af sér þetta gríðalega brask sem byrjaði og samþjöppun á veiði heimildum í kerfinu. Og þeirra flokkar og fjórflokkurinn á í rauninni heiðurinn af þessu ásamt Framsókn og Sjálfstæðisflokk, allar götur. Það allir flokkar sekir. Já, í rauninni. Nema frjálslyndiflokkurinn og flokkur fólksins. Já, og það má kannski segja að það er nú ekki hægt að kenna Pírötum eða... Nei, það tekur ekki margt á Pírötum. Eða sósíalistum eða öðrum. Sósíalistar hafa ekki þingmann. Nei, en sem sagt fjórflokkurinn og útbrotin úr fjórflokknum Viðreisn búin að vera í ríkisstjórn og Miðflokkurinn. Þetta eru útbrot úr fjórflokknum. Já, þetta er allt saman, allir flokkarnir eru sekir og það er svo skrítið, en þú veist það, þú manst það kannski að þegar við birtum ávart til þjóðarinnar, þegar við stofnuðum samtöku þjóðarinnar, þá birtum við ávart til þjóðarinnar fyrir það birti í Morgunblaðinu og það skrifuðu margir menn undir áskorunu það að það er í tekið á þessi máli og þar voru menn eins og Steingrímur Hermannsson sem hafði séð að sér og vildi bæta fyrir sitt brot því hann var sín ábyrgð á því hvernig þetta var komið og þar var Gylfi Þ. Gíslason sem var náttúrulega var fóringi Gradana. Fyrrverandi fóringi. Já, hann var fóringið þeirra 1983. Nei. Var það ekki? Nei. Var hann hættu þá? Já. Er það? Já, hann hættir 78. Allt í lagi. Þegar Benedikt Gröndal tók við á honum þá. Alveg rétt, þú manst þetta betur. Já, en Gylfi Þ. og Matti Bjarna, þeir skrifuðu allir undir þessa áskorun og við stofnuðum samtöku þjóðarétt síðan sama kvöld og þetta birtist í Mogganum niður í Alþýðubröð. Nei, hérna niður í hótelinu hérna í Sigtúni. Já, alveg rétt. Og þar varst þú meðal annara og við fengum 2500 manns til þess að gerast félagur í þessu félagi. Þannig það vantaði ekki fjöldin væri nægur til þess að eitthvað geti gerst. Það bara gerist ekki neitt. Nei. Og það er mjög óskiljanlegt. En þetta er dálítið kaldhæðnislegt hvernig þetta hefur og svo annað sem kannski manni finnst verst í dag, Valdimar. Það hvað er lítið fjallað þetta. Já. Og það er sök fjölmiðla á Íslandi á stórun hluta að hafa ekki fjallað þetta. Ég skal segja svolítið. Þegar ég vann málið 1998 í desember, það var fögnuður í Morgunblaðinu. Matthías og Styrmir, þeir fögnuðu þessu dómi mjög innilega, af því þeir voru yfir sín neykslaður á þessu kerfi. Þannig að Mogginn var lagður undir þetta mál næstu dag og eftir. Daginn eftir voru 4 heilar síður í Morgunblaðinu sem fjölluðu bara þetta mál. Mogginn, hann strilltist að fögnuði yfir þessu. Ríkisútvarpið talaði aldrei við mig. Nei. Ekki eitt einast orð. Nei. Ég var sá sem að stofnaði ásamt öðrum Kastljósþáttina sínum tíma árið 1973 var það ekki ásamt hérna Vilmundi Gylfasyni, jú og við héldum áfram. Svo kom Ólafur Ragnar. Nei, Ólafur Ragnar kom aldrei inn í það þátt. Var það ekki? Nei. Hann hins vegar var mjög svektur út í það að við skildum fá þennan þátt og ennþá, þú veist, við erum skólabræður, hann hringdi mig mjög ergilegur, sérstaklega þegar ég og Árni Gunnarsson voru með þátt sem hétt Daglegt líf í útvarpinu. Já. Þá var hann að koma frá að læra félagsfræði
sem hann kallaði síðan hagfræði, hann var félagsfræði og með svona pungapróf í félagsfræði frá Skotlandi frá Manchester held ég. Manchester, já. Þá kemur hann og spyr mig hvernig í árskoðum fórst þú á því að komast inn í útvarpið og fást sérstaklega þátt. Þá var hann orðið mjög áhugasamur að láta til sín taka. Já. Var allt í lagi með það. En hann var aldrei, þarna voru flokkarnir skipuðu allir sinn mann í þáttinn Kastljós sem var svona eins konar kveikur þess tíma. Hann hét Kastljós og var í vikulegu þáttur og var svona fréttaskýringaþáttur og umræðu þáttur eins og kveikur kannski og það var mjög vinsæll þáttur og ég og Vilmundur vorum þarna á 3. vetur. Allir sem voru byrjuðu með okkur utan stofnaramenn voru hættir þá. Þeir endust tiltölulega stutt flestir. En við vorum skipaðir einn maður frá hverjum stjórnmálaflokki. Ég var skipaður fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og það var Gunnar Thoroddsen sem skipaði mig þarna. Vilmundur var skipaður fyrir Alþýðuflokkin. Við áttum að vera svona varðhundar flokkana hverjum sig og ég og Vilmundur vorum sammála fyrsta fundi þegar við hittust til þess að setja þennan þátt í gang að við ætluðum að hafa þessi tilmælað engu. Þannig við vorum aldrei varðhundar. Þið hefur aldrei farið í það að vera varðhundar. Nei, okkur líka það hlutverk mjög illa. En það var gott að starfa með Vilmundi, það var mjög gaman að við urðum bara ágætir kunningjar við þetta, það var mjög mikið áfallir að hann dó. Já. En í dag, eftir fylgni fjölmiðla með að fylgjast með þessari umræðu byggða á þessum dómi sem hefði átt að vera að stóru hluta grunnur fyrir lagabreitingum og lögum sem væri sett, þá væri alltaf vitnað í þennan dóm. Ef hlutirnir væru eðlilegir að hæðsti réttur hefði dæmt þetta ólöglegt. En þú veist það kannski, Grétar, að þetta fyrsti dómur sem hefur fallið sem tengist stjórnarskránni, brot á stjórnarskránni. Og þessi dómur, hann kendur öllum sem að fara í gegnum lögfræði, þannig það ekki eins og lögfræðingar, ungi lögfræðingar dag þekki ekki þennan dóm. Þeir verða allir að lesa sér til þennan dóm og hann eitt af svona þessum grundvalladómum sem allir lögfræði Þetta bara gagn og gaman. Þetta eina svona, og þess vegna svo hlægilegt að Lúðvík Emil fekk ekki að flytja þetta mál sem prómál, því það var talið svo merkilegt. Já, en þetta nú sennilega einn mikilvægasti dómur sem hefur verið gerður á Íslandi. Já, hann nokkuð stór. Hann bara stór ef það væri farið eftir niðurstöðu dómsins. Já, en þessi dómur verður forsenda fyrir mjög hörðum dómum yfir öllu þeim mönnum sem brugðust í að breyta lögunum. Já, í framtíðin. Hann grundvöllur fyrir því að þeir fá mjög harða dóma. Þessi menn sem að stóðu fyrst og fremst, það var náttúrulega þetta tröllin í flokkonum. Það var Davíð og Þorsteinn Pálsson sem voru þeir sem að stýrðu því hvernig á þessu var tekið á Sjálfstæðisflokknum. Og Halldór Ásgrímsson. Og þetta voru tröllin sem að allir bökkuðu fyrir. Það voru alveg örugglega margir sjálfstæðismenn sem blöskraði þetta mál. En þeir bara þorðu ekki gegn. Jú, en þann dag í dag hittir maður sjálfstæðismenn sem eru reynir sjálfstæðismenn og heilir og trúa á hugsjónir sjálfstæðismanna eru ósáttir við fiskveiðistjórnarkerfi. Lögin það. Ég get sagt yfir einum sem hefur haft samband við mig fyrir nokkur síðan og það hann Arnar Þór, forsetaframbjóðandi. Já. Hann var síðan var að þingmaður Sjálfstæðisflokksins hann var svo uppnæmur þegar dómurum var kveðin upp að hann kom upp í Hæstarétt. Og þegar ég hitti Arnar Þór í fyrsta skipti þegar hann var að bjóða sér fram núna, ég var kynntust hann rétt áður en hann bjóð sér fram, að þá segi ég við hann, já, hvernig blessar og sæll segi ég, við hefum aldrei hist áður. Jú, veldur maður vistu við hist áður. Það með þess að mynda okkur utan á mokkunum frá þessum tíma
þá var hann, og hann taldi að þetta, þú veist, hann var mjög ákafur í það að taka á þessu máli. Já, þá hefur hann verið bara kornungur, jafnvel bara í lögfræði námi. Já, allavega, en hann var þetta hafa nógu uppnæmur, hann kom upp til og hann var með mér á mynd, utan á magunum, segir hann. En svo megu heldur ekki gleyma því að þessi dómur, þessu hæstaréttardómurinn minn og vatnaréttardómurinn líka mikilvægur, en það var náttúrulega, það var ákæruvaldið sem að fór í mál við útgerðina. Og það var náttúrulega allt annað seðlis, það var eiginlega sakamál. Þeir voru að brjóta lögin, en það var samt sem áður hægt að þetta græða svolítið á þeim dómi vegna þess að þá dómur segir ríkisvaldið þarf ekki að borga skaðabætur fyrir það að taka kvotan af útgerðarmönnum. Dómurinn minn segir, hann segir þetta brýtur gegn stjórnarskrána, þetta ólög og vatnaréttardómurinn hann segir bóstarlega þarf ekki að bæta tjóðin á þetta. Þjóðin tekur það tilbaka og hún má ráðstafa þjóðin á þetta. Og það sem sko þessum svo dapurögt en þess að það svo auðvelt. Það hægt að ákveða bara með einu pennastriki að fella niður kvotakerfið. Og veistu hvað það myndi gerast? Þú myndi segja við alla þið með veiða ef þið hafið skip til þess. Og það réttindi. Og hafið réttindi, náttúrulega skipstjóri réttindi og allt það. En til þess að draga svolítið úr því að allir færa að veiða þá verðið að borga vist afgjald á lönduðum afla. Og eða færu á margir, og þetta vandamál hvað margir færu til sjós. Þá hækkaru bara. Þá bara hækkaru gjaldið. Þetta ein leiðir, þetta margar leiðir. Það svo auðvelt, þetta eiginlega bara, við getum feikta með þetta fram og tilbaka, hvernig á að stýra fiskveiðum. Það eru bara, eins og maður segir, 1.000.000 útfærslu möguleikar. 1.000.000 útfærslu, óendanlegir. Og hugsaðir gripar, að banna mönnum að sækja besta fiskin sem við getum fengið. Á litlu trillunar. En svo náttúrulega eitt sem og vekur furðu mína og það það að Hafrannsóknastofnun ekki að gera upp á milli veiðafæra. Hvort þú dregur þunga hlera eftir botninum og bobbingalengju eftir botninum og raskar lífríki botnsins með einum eða öðrum hætti með 300 faðma eða 500 faðma vír úti og meir og minna að koma við botnin annars lagið og þeir taka ekkert tillit til með hvaða hættir þetta veitt eða hvort þú veiðir með krók. Og þú ert að veiða með krók og þú ert að veiða fisk sem svangur og hann fann að svelta. Það allt sem mælir á móti mælir með krókaveiðum sem króka bara ætti að vera bara línu og handfæra veiðar ættu bara að vera. Það eigu bara að veiða með sem minnstu tilkostnaði. Og við erum að gera það á handfæra bátum þegar þú ert með dautt á aðalveg á meðan þú ert að skaka. Ég segi það sko, þetta og ef þetta væri gefið frjálst, þá það bara markaðurinn sjálfur sem finnur út úr því með hvaða hætti auðveldast og ódýrast að gera þetta. Já, nú til dæmis það staðreyndir að það hærra verð fyrir línufisk og færafisk heldur en fyrir trollfisk á mörkuðum ellendis. Þegar þú getur kottlæn. En þú veist að ég maður hins frjálsaframtags og markaðurins og ég vil að markaðurinn bara finna út úr því hvernig, með hvaða hætti ef þetta gefur frjálst, allir þurfa að borga sama verð fyrir kannski segja 10% af verðmæti landasaflas, allt færi gegnum fiskmarkað og þá finna menn bara út úr því sjálfur hvað hagkvæmast og hvað best. Ef það best að vera með 1000 tonna togara og eða vera með 1.000.000 tonn af Nei, en ætti ekki Hafrannsóknastofnun að segja skip sem að eyða 10.000 lítrum á sólarhring
til að draga veiðafæri 10 tonnum 10 tonnum af olíu já. og spúa því út í loftið ætti á hann að fá að veiða til á sambarilegan hátt og handfærabátur eða línubátur, netabátur. Ég veit ekki hvað, þú veist það kannski betur, hvað hlutfallið af olíu með að við fisk afla? Er það 1 á móti 2 eða 1 á móti 3 eða 1 á móti 1? Það getur verið alveg 10% á línubát held ég. Á skutórunum. Á skutórunum er það svo misjæmt eftir í bara hvaða tegundum. Ég meina svona yfir línuna. Ég veit ekki hvort það að vera með einhverja, ætla sé ekki 20%, 25%. Þannig að stundum hafa skip verið og hér á árum áður að þá fóru togarar út og þeir komu léttari, þeir voru búin að eyða meira heldur olíu heldur komið með fisk í land og það er allavega auðvitað upp og niður en ég meina svona yfir það heila. Ég veit nú ekki hver talan er núna. Það væri fróðlegt, Grétar. Þessar tölur eru til. Já, það verið fróðlegt að sjá þær og en sko ég tel hins vegar að við eigum ekki að vera miðstýra þessu. Ég trúi á hinn frjálsa markað, ég trúi á það að markaðurinn hann sé besta stýritækið. Já, þessi markaður fær ekkert. Það er í aðarstöðinni sem trúur á sósíalisman. Nei, við erum ekki að tala frjálsan markað neitt í dag. Nei. Þú ert að boða frjálsamarkað í rauninni með breytingum á fiskveiðistjórnunar kerfinu og ég til dæmis hef stundum sagt sem dæmi bjóðum upp veiðiheimildirnar og ég er viss það að þá myndu allar litlar trillur tryggja sér ráefni á hæðstu verðum og netabátar og línubátar því þeir eru vanir því að leigja eins og var í vetur fyrir 450-500 krónur kílóið áður en þú fórst á sjó. Þurftur að borga fyrir kílóið. Já, hugsaðir. Og þú komst kannski í land og mátti þakka fyrir að þú fórst á sléttu út úr því. Já. Þú þurftir kannski að ná í þorsk sem meðafla á meðan að þú varst að reyna að ná í ísu eða öfsa. En hugsaðir eitt hérna, Grétar, að þegar við fyrir daga kvótakerfisins þá var hluti af okkar útflutningi var skreið og saltfiskur. Já. Nú er skreiðin alveg horfin að því það er bara ekki til fiskur í skreiðina. Ekki fiskur en það sem við höfum verið að flytja út til Nígeríu núna eru hausar og hryggir. Já, einmitt, en ekki fiskur. Ekki fiskur, ekki flög. Já, ég veit að þurrkar haus og hryggir, en við fluttum mikið út af heilum fiski sem var búin að láta hanga upp á. Og mér skilst að saltfiskmarkaðinu sé mjög illa sinnt. Já, það er bara ekki mikill fiskur sem að fer. Það er eitthvað á Portugal, Spán, Ítalíu. Við erum að fara á mis við mikla tekjur sem þjóðin gæti haft og það er glæpurinn fyrir utan óréttlætið og ójafnræðið og skerðingu atvinnufrelsi. Þetta er allt saman mjög alvarlegt og sem að fólk á ekki að setja sig við. Nei. Við erum það ótrúlegt að fólk skuli ekki bara fara niður á Þingvöll, niður á Austurvöll og standa þar utan og heimta að þetta verði lagað. Og svo horfum við fram á það núna að eftir viku, hálfa mánuð, þá verður strandveiði flotinn strandveiði bátarnir verða stoppaðir og búni með sín 10.000 tonn algjör glæpur og það er ekki bara 700 eða 800 strandveiðisjómenn sem missa atvinnufrelsi sitt heldur það fiskvinnslu fólk í landi sem er að vinna þennan fisk og fiskvinnslu fyrirtæki sem stóla á þennan fisk til að geta afgreitt inn á markaðinn. Hvert fer þessi fiskur aðalega? Hann fer mest út í ferst. Já, með flugi. Já, eða bara ferskur með skipum, bara þegar búa flaggan og
og bara flökin send út. Er þetta ekki fiskurinn sem fer á bara í fínu restaurantinu New York og London og dýrustu staðina, hótel og restauranta út allan heim. Já, Frakkland, Þýskaland, Bretland, Skotland. Hvaða matur betri? Já, það góð spurning. Það er hérna... Ég veit einhvað betri mat. Nei, en manni finnst bara sorglegt að horfa upp á það að það kannski bara vika, hálfu mánuður í að strandveiðar verði stoppaðar. Við erum að fara á mis við það að þjóðin gæti öll verið, það var þetta að hækka laun allra þjóðurinn 30% ef við nýttum fiskstofnana eins og við ættum að gera, eða sjávarauðlindina. Sjávarauðlindin er svo illa nýtt að það er grátlegt upp á. Já, það var eins og ég var að segja áðan með frystiskipin að þau skuli ekki vera skildug allavega að vera bara með mjölbræðslur borð og taka haus á hryggi og svoleiðis og bræða í lýs og mjöl. Akkur gera það ekki? Að því að það borgar sig ekki? Sjálfsagt vilja þeir ekki gera það og þeir vilja helst ekki frista svona ódýrar afurðir. Þá voru þeir að taka pláss í fristitækjum fyrir ódýrt hráefni þegar þeir geta verið kannski með þorskflög eða ufsaflög eða ísuflög eða eitthvað þess áttar. Og ef það borgaði sig að hyrða þetta, þá myndi þið nefnilega hyrða þetta. Þetta bara borgaði sig ekki hyrða þetta. Ég veit eitt íslensk skip sem var með bræðslu borð, fiskimjölsbræðslu, og það var 13. túrin. Fór 12 túra yfir árið, mánaðatúra, og þeir fengu aflaverðmæti fyrir sama sem 13. túrin út úr lýs og mjöli. Þannig að það er hagsmunir, þetta er 10-12% af innkomunni á skipið. Aflaverðmæti. Já. En menn hljóta nú að hafa vit á því að hyrða það sem að liggur fyrir fótum þeirra, en það er ekki aðalatriði. Aðalatriði er það að við þurfum að nýta þessa auðlind betur og ef það væri gefið frelsi til þess að gera, þá myndi líka verða nýsköpun í hvernig við nýtum auðlindina. Já, við erum náttúrulega miklu meiri róðið á Ísafirði er náttúrulega stórkostlegt, en það er náttúrulega ekki nema 0,3%. En hugsaðu þér, er einhverju sem er dettur í huga að veiða rauðátu eða ná í rauðátu eða nýta ímest? Það hefur ekki verið. Akkur nýtir enginn hákallinn, akkur fer enginn og nýtir hákallinn? Við nýttum hann. Það er sára lítið unnið af hákall. En akkur ekki rétt að veiða? Togararnir að fá einn og hákall og þegar ég var á lúðu veiðum þá komst ég upp að fá 7 eða 8 hákolla eitt róðurinn. Nei, ég nú ekki tala brákall, ég bara allt sem í sjónum. Já, það er allt hægt að nýta. Og það er til dæmis, mér skilst að skelfiskurinn sé algjörlega vannýttur í Faxaflóanum. Við eigum líka þangið í fjöru landsins. Það er það er svo sorglegt að við erum að styrkja ýmis rannsóknarverkefni, en þau eru venjulegast styrt í gegnum stóru fyrirtækin sem að eru fyrir. Og jafnvel þó að þau sé að kaupa sinn rafmagnslyftara í staðin fyrir olíulyftara eða dísellyftara, þá fá þau styrk út á það. Já. En ekki að, til dæmis eins og ég veit bara að menn er að berjast við að fá leyfi til að slá þara. Menn eru að Og er það torsótt að fá leyfi til að slá þara? Já. Og hvernig stendur á því? Ég þekki það ekki svo nákvæmlega, en ég veit það bara að það er búið að vera eitt sem ég veit af
eða frétti af að hann búin að vera í einhverja 6-7 mánuði að berjast við það. En síðan menn vilja ekki nýta sjávarauðlindina, en menn alveg til í að eyðileggja hana með laxeldi í öllum fjörðum. Já, það bara hagsmunir fárra. Já, það bara hagsmunir einhverja Norðmanna. Og Norðmanna. Og einhverja sem eru svona í samvinnu við þá. Já. Þetta fyrrverandi forseti Alþingis og fyrrverandi bæjarstjóri og Ísafirði og fleiri, þeir eru á kafi í því að hjálpa þessum Norðmönnum að eyðileggja að fá fyrir ekkert á Íslandi. Já, þetta svo skrítið að fiskeldi stórkostlegt, en þá bara vera upp á túni, eins og maður segir, þá bara vera upp á landi. Já. Og það því á að vera stjórnað þar, og þannig að það sé engin hætta á mengunarslysum, og það fer náttúrulega sjálfsagt mikið af vatni í svoleiðis rekstur. En við eigum dálítið af vatni. Já, en það virðist vera mjög vanlegt það sem að gerast í Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn. Já. Og ég veit að það fyrirhugað út á Reykjanesi líka. Já, út á Reykjanesi. Og þetta eru skemmtileg og glæsileg verkefni sem að mér líst mjög vel á, að því ég veit að það allt nýtt og meira að segja skítur nú fisknum en nýttir sem áburður. Og það engin mengun, og mér skilst að í Vestmannaeyjum, ég þekki svolítið til þar, ekki mikið, en það svona frétt af því svolítið, og þar verður vatnið endurnýtt, það hreinsað og endurnýtt. En að lokum, Valdimar, já. Hvað leggurðu til við þjóðina í örstuttu máli, hvað leggurðu til og ráðleggurðu þingmönnum þjóðarinnar að gera í stöðunni í dag? Ég legg það til að menn hlusti og lesi þennan dóm sem var kveðinn upp í desember 1998, fari eftir honum og lægi fiskveiðistjórnarlögin í samræmi við það. Það eru fjöldamarga leiðir sem hægt að fara. Ég legg það fyrst aðeins til að það verði gefðar algjörlega frjálsar, og það verði notaðir einhvers konar bremsur eða þarf að nota bremsum. Ég ekkert þess að þurfa að nota bremsur. En það hægt að við gerum tilraunir með hvað hagkvæmasta leiðin til þess að nýta sjávarauðlindina, og við getum haldið áfram að þreifa okkur áfram með það næstu 1000 árin. Ég ekki vissum að ég hefi nákvæmlega réttu meðferðan núna, en það þarf heldur ekki að byrja á bestu lausn, heldur finnum við lausnina ef við erum bara vakandi yfir því og leifum þessu að þróast á grundvelli frjálsar samkeppni og markaðarins. Það er það sem ég trúi mest á, ekki miðstýringu, heldur að frjálsi markaðurinn og fólki sjálft finna út í hvernig best að stýra þessu. Það er mín leið. Þetta verða loka orðin okkar í kvöld. Þakka þér fyrir, Valdimar, og ég þakka fyrir mig í kvöld.